komnir á fóninn og tveir harðir sestir í stúdíó FM 957 og að heilsa ykkur á þessum föstu degi 20. september. Auðun Blöndal heiti ég og beint á móti með sittur Egill Einarsson. Vertu velkominn Gilsari. Sæll Eddu. Hvernig ertu Blöndal? Ég er sjaldan verið betri. Það er svoleiðis? Já, það er eitthvað gýr í mér í dag. Ég sé það. Það er náttúrulega spilar inn í að við erum að fara að hringja í Arnar Gunnlaugs. Já. What a man. Já, ég er svolítið stressað verið það símtal, ég veit ekki hana. Já, það er bara eins og að vera að fara að hringja í forsetan. Það er basically þannig. Já. Það er eins og ég var að hringja bara í, Matthew McConaughey. Ég var jafn stressaður. Hvað ég að segja það? Þú veist að Matthew McConaughey er á landinu. Ég veit það, maður. Já. Veistu hvað hann er myndalegur, sá gæi? Heldur hann sé jafn myndalegur, bara svona up close eins og hann er í bíómyndunum? Bara 100%. Já. Matt Damon er líka á landinu. Það eru myndalegi menn á landinu núna. Gosling ennþá eina? Ég veit ekki með Gosling hvort hann sé ennþá. En Mendes er ennþá skottustuð með eitthvað? Já, þá er Gosling ennþá. Gosling, Matthew McConaughey, Matt Damon. Hvað myndum að gera? Þeir myndu rölda bara þrýra á mótimanni þannig að maður var að rölda upp lögaveginn kannski eitt lögataskvöldið. Haldi, við varum sætum á austur félagarnir. Himdi tapanir. Til dæmis, værum á austur eða hóm eða eitthvað, værum að tilluga félagarnir bara með hérna eitt kaldan brúski. Ég, þú og kannski Hjöppi eða eitthvað. Sér lappinn Matthew McConaughey, Matt Damon og Ryan Gosling. Ég myndi fara út. Ég fer heim. Það er bara það. Þú keppir ekkert viss svona. Nei, bara heim. Það er bara svona later. Það er bara 5, 8, 5, 2, 2, ég er farin. Það myndi ekki að standa í því. En við erum með frábæran þáttandekur í dag. Kæru hlustendur, við ætlum ekki bara að hringja í Arnar Gunnlaugs. Það er nóg að vera hjá okkur. Og já, til að byrja með þá getum við sagt frá því að Egill fór fyrir í dag. Og já, tjekkaði á Lemon og Joe and the Juice hvor staðunni sé með myndalegra starfsfólk. Já, bara út af því að þú veist, konseptið á báðum stöðunum er svona töff starfsfólk. Já, þú veist, töff týpur. Töff týpur að vinna á töff stað er konseptið á báðum stöðunum. Nákvæmlega. Þannig ég fór bara að bera þetta svolítið saman. Já, það er bara eins og fólk get ekki búið til Juice nema sem er tattoo. Já. Það er aldrei heyrt annað eins og það. Konseptið. Það er konseptið. En við megum náttúrulega ekki gefa mikið upp því að ég heyrði í þér. Þú hringdir í mig bæði þegar þú varst inn á Joe and the Juice og þegar þú varst inn á Lemon. Og það er spennandi keppni fyrir hlustendur. Já, þetta er bara hörð keppni. Já. Það er bara hannig. Mikið að myndalegu fólki. Og fólk getur jafnvel núna að fara, fólk sem er kannski áhuga að tippa. Já. Þið getur fara að tippa hver allir vinni. Já, sína milli bara. Já, Joe the Juice eða Lemon. Já, Lemon boy. Svo sturla staðrindir á sínum stað. Yes. Og já, við erum með Akli Pennlestur. Hann verður fallett, hann er komið með nýjan og fallegan status. Það er bara hannig. Og ég er líka með eitt blöð. Hvað? Það er ekki kvílumstuðlagi, eða ekki? Stuðlagi er alltaf, ég er ekki að tala um það. Er það ekki alltaf það? Þurfti ég að minnast á það? Hvað er það að fara að tala um? Ég gerði eitt. Þú verður kannski ekkert gríðarlega hrifin af því, út af því að þú ert alltaf æstur og öllu sem ég geri. I reactivated your firstdate.com account. Nei. Jú. Nei, þú varst svona varst ekki í einhverju þvílíku vesen að koma þér út af hann? Jú, það var enda vesen, ég veit ekki það. En okkur að fara aftur inn á hann? Við getum ekki sleppt þessu tækifæri, Blondale. Hvaða tækifæri? Það tækifæri, þú ert að hosta Iceland Got Talent sem er international seria og ég get unni með það núna. Ég fæ svo miklu óþægenda tilfinningu maður. Ert að grínast? Núna get ég unni með það. Óibarast. Það veit allir hvað þetta Got Talent er. Þetta er eitthvað sem við þurfum að ræða hérna bara með hennar lag í gangi. Þetta er ekki að fara að byrja aftur, ég sverða það við. Þú ertu búin að vera að tala um eitthvað lið þarna? Já, eina hérna mjög hressa sem ég ætla að kannski lesa fyrir öðru. Ekki vera svona neikvæð. Þetta er mjög, ég er að hluta fyrir því. Allavega, það er hellingur að vera hjá okkur í dag, kæru hlustendur og við ætlum að byrja á fínasta lagi sem kemur mann í gýrin og það er bara Whatever You Like. Það er einmitt það sem er að gerast hjá okkur í dag, það er bara allt sem þið viljið. Hér, lagið Whatever You Like. Þeir eru að hlusta á 2 harða hér á föstu degi. Já. Og eins og alltaf á þessum tíma dags þá er komið að slúðri hér í FM 95 blöð. Hvað er að gerast þar? Það er, ef ég var alveg hreinskilinn þá er frekar rólegt í slúðrinu. Gúrkutíð? Já, ég segi nú kannski ekki gúrkutíð. Ég ætla að segja svona, það sem að greip mig hvað helst er Nick Carter, veistu hvað það er? Já, var ekki ljósarur huggulegu drengur? Jú, og var í Backstreet Boys. Já, hann er að gefa út ævisögu núna. Nó, veistla? Já. Hvað getur á mér hérna? Komur Eymundsson eða? Rólur, nei, hún er ekki komin út sko. Hún kemur út núna í nóvember. King Nick Carter hendi í ævisögu. Já, og þar fyrir hann ekki fögrum orðum Paris Hilton. Þau sem sagt voru saman á sínum tíma
Voru þeir dating? Já, þau voru að deyta sem sagt frá árinu 2003 til 2004 og hann vist gríðarlega hreinskilinn í þessari bók sem að gæti nú gert hann skemmtilega. Hann hefur basically engu að tapa, ef við hugsaum út í það. Nei, menn ef þú ætlar að selja ævisögunina þá þýðir ekki að Sigurrúða þetta? Já, sigurrúða þetta, sko. Verður sleggjurna verða að vera það, sko. Já, nákvæmlega. Það samt leiðilegt að drullið Paris Hilton. Já, hann ekkert að drulla beint yfir hana. Hann segir hér að þetta var það versta sem gæti komið fyrir hann í lífi hans á þessum tíma. Því að hann var í tómu tjóni, fann að Backstreet Boys voru á niðurleið og var í svona einhverja tilvistarkreppu hvað ætti að taka við hjá sér. Átti nóg af pening og var háður ecstasy, kókain og drakk stóra vodkaflösku á hverju kvöldi. Og hún var víst ekkert hún gerði ekkert nema hvetjan í þessu, hún Paris Hilton, því að eins og hann segir hér, þá var hún svona rugluð á þessum tíma sjálf. Já, var hún bara hvetjan í þessu, bara kláraði flöskuna en Nei, ég held hún hafi ekkert verið bara eins og eitthvað klappstýri, bara drekka, en veist, hún náttúrulega ung og upp á sínum wildest days þarna, sko, Paris Hilton. Ein vodkaflösku einasta kvöldi. Já, viðbjóð. Já, líka bara hvað er að gerast í þessum partíum í Hollywood? Hann sagði bara, hann var sko ecstasy og kókain og drakk vodka á hverju kvöldi. Já, það er mikið óreglu í Hollywood. Já, svo ég lesi hérna á ensku. The amount I did caused changes to my brain that are responsible for my bouts of depression. Hann þunglindur eftir þetta tíðanbíl. Því að þetta var bara mikið. Og hann segir hér líka í ævisögunni að hann gerði þetta, hann var svo hrifinn af Paris Hilton á þessum tíma að hann gerði bara svona til að keep up, bara til að halda í hana. Hann vildi ekki vera einhver gamli kallinn sem var einu sinni í Backstreet Boys og geti ekki höndla að vera með Paris Hilton. Og hann er að gefa það í skíðin að Paris Hilton hafi verið að taka í einhverju rugljana líka. Já, þannig að ég held að hún verði ekkert gríðalega hress með þessa æfisögu, hún Paris Hilton. Af hverju, segð mér eitt, Blondale, og þú ert í Backstreet Boys eða eitthvað, með vinsæl hljómsveit og af hverju er ekki nóg bara að fá sér ískaldan korona? Það henda þér í e-pillunar og kókain og alla pakkana? Ískaldur korona hefur nægt 5 hörðum hingað til allavega. Er það ekki bara nóg? Jú, það er fínt að skemmta sér bara ef þú þarft það með þess að taka bara John Johnson á þetta og taka bara vatni. Já, ískalt vatn. Það er bara nóg flipaður. En það sem ég fíla samt við svona að, veist, ok, þegar maður heyrir Nick Carter úr Backstreet Boys er að gefa út æfisögu, maður fær ekkert bónir, en svo hugsaði maður, herru, þetta er gaur, hann er ekki in the limelight núna, fattur þú, hann er ekkert út um allt. Hann er allt niður í sig það? Ekkert allt niður í sig, hann er bara ekki lengur í vinsælustu hljómsveit heims, þannig að hann hefur engu að tapa. Hann getur sagt bara sem hann vill í þessari bók, og það er pottitt fleiri eftir að fá að heyra, og hér talaði Dennis Rodman og fleiri. Akkur hann drullið Dennis Rodman, hvað var hann gert? Hann er bara að segja, eins og þú sagðir, þú gefur þetta æfisögu, það mátt ekki sigur það. Tell it all. Já, ég sko, mér langar ekkert í þessa æfisögu, fyrstu minnst á þetta, nú langar við hana. Ég veit ekki hana. Backstreet Boys er náttúrulega fullt af frábæri lögum, það er ekki það. Svo þeir eru reyndar, hann er búinn að vera, já, svo ég takið það nú fram fyrir hann er búinn að vera edrú núna í 5 ár, þannig að hann er búinn að rífa sig í gang, kallinn, sko, og er að túra bara núna með Backstreet Boys og líður vel. Eru þeir að túra? Já, þeir voru hituð fyrir Of Monsters and Men en daginn. Þú verður ekki flytjað þenn? Flytjum Backstreet Boys? Já. Og hvað, hafa þið staðaskóla eða? Hvað er þetta að halda það tónleika? Þú veist ekki að fara að fylla höllina með Backstreet Boys. Reynda maður gæti nú fyllt Vodafone höllina, ekki? Show me the meaning. Þetta er ekki að grínast alla daga. Er það? Heldur þú myndi fylla höllina? Þetta er þreif, sko, eða marga góða slagar. Reyndar, herðu, við í þetta maður. Já, sendum Nick e-mail öll. Já, Nick Carter var e-mail frá 2 hörðum, það er bara þannig. Getur heyrt það næsta föstudag við séum að flytja inn Backstreet Boys. Svo er það, við erum ætlaði að taka hérna með Paul Gascoigne, hann er búinn að ná að setja tappan aftur í flöskuna og hann ætlaði að gera það bara núna daginn. Hvað er búinn að vera réttur í viku þá eða? Nei, nú kom ég eitthvað 3 mánuði hjá honum, kallinn. Hann er í bullandi vesinni með þetta, en hann er komið nýtt æði í staðinn og vinir hans hafa áhyggjur af honum og leiðilegt núna að vera í útvarpi en ekki í sjónvarpi, sérðu? Hann er byrjað að ynga sig vel í gang og nýjast æðið hans eru tattoos. Já, hann er vel tattooverð alveg strax bara. Eða húðflúraður. Já. Hann er bara eins og Nonni tattoo, vinnur okkar. Þetta er fínt áhugamál. Já, þetta er skárinn að liggja dauða drukkin fyrir utan einhvern pub og geta ekki talað, sko. Já, ég ætla að vona að hann haldi þessu áfram því að hann var að drepa sig, kallinn. Já, það er svo sorglegt líka að sjá svona fyrrum hetjur, maður dýrkaði Paul Gascoigne sín tíma og sjá hann bara einhverja myndir á honum á The Sun þar sem hann er bara sko mígandi á sig fyrir utan einhverja áfengisverslun, það er skelfilegt, sko. Þannig að vonandi rífur hann sig í gang. Já. Svo, þetta var eiginlega svona merkilegasta slúður. Ég get svo sem líka sagt þér að söngkonan Cher sem að virðist nú vera ennþá á lífi, hún var að gagnrýna Miley Cyrus daginn en Cher eftir því og sagði að hún hefði ekki átt að vera að segja þessa hluti og kom með það á Twitterinu sínum, hún Cher. Og það er líka annað mál.
hefur sér eitthvað efna á því að vera að rakka niður Miley Cyrus. Ég held ég hann bara aldrei séð hana sjálfa í buxum og hún er 79 ára, sko. Nei, ja, meina... Hún er alltaf einhverju sokkabuxum og nærbuxum bara. Og líka allir að drulliði Miley, þú veist, hoppar hún á lestina, sko. Það er illa líka drulliður, bara illa gert. Það er bara svona alltaf að vera með. Já. Það er ljótt. Til að vinna sér einhver stig. Við tökum ekki þátt í því félagarnir. Nei, sér skeist á þau þarna. En reyndar, hún sá eftir. Gefum minni það. Og reifsu upp. Já, þetta var slúðurpakki dagsins. Hér eftir smástund ætlum við að heyra símtölu sem að voru tekinu upp fyrir í dag þegar Egill Einarsson fór og tekka hvort er myndarlegra starfsfólk á Lemon eða Joe and the Juice. Ekki missa því, auglýsingar fyrst. Landsbankinn og BOK kynna. Þá er komið að því. Eldhúspartí FM 957 hefjast á ný með stórkostlegri tónlistarveislu. En þetta árið verður við í stúdendakjallaranum á Háskólatorgi. Fyrsta eldhúspartí vetrarins fer fram 5. 27. september. Framkoma, Friðrik Dór og Vögg. Sérstakki gestir kvöldsins verða Sverrir Bergmann og Halldór Gunnar og hljómsveitin Lockerbie. Heppnir hlustendur geta næst sér í borð fyrir 4 með veglegum veitingum bæði í fljótandi og föstu formi. Upplifðu alvöru eldhúspartí með FM 957 í stúdendakjallaranum í samvinnu við Landsbankann og BOK. 2 fyrir 1 í bíó fyrir félaga í námunni. Landsbankinn. Framhaldsskólamótið í Paintball 2013. Loksins er komið að því. Stærsta paintball-mót ársins er hafið. Þú skráir þitt 7-mannalið hjá þínu nemendafélagi og keppið innbyrðis í þínum skóla. Sigurliðið kemst síðan áfram í úrslitakvöldið þar sem verðlaunin eru 300.000 krónur í beinhörðum peningum frá Landsbankanum og mánaðarbirgðir af Pepsi. Skráðu þig hjá nemendafélaginu þínu og vertu með í stærsta paintball-móti ársins. Verður þú paintball-meistari 2013? FM 957, skemmtigarðurinn Grafavogi og Pepsi. American Style og Vodafone kynna. Aulinn ég 2. Ég hef verið ráðinn til að bjarga heiminum. Grú og gulu karlarnir eru mættir aftur. Helmingi fyndnari en síðan. Aulinn ég 2. Ég næ þessari mynd aldrei úr heilanum. Sýndi bíó land allt. Fréttablaðið er helgarblaðið. Ingvar E. Sigurðsson er leikari sem margir vilja hafa í sínu liði. Hann var dreginn á svið í Borgarnesi 20 ára aldri og segist alltaf hafa verið prúður drengur. Björg Magnúsdóttir, rithöfundur og fréttamaður og leikarinn og tónlistarmaðurinn Helgi Björnsson setjast á rökstóla. Halla Oddný Magnúsdóttir vekur athygli fyrir umfjöllun sína tónlist í sjónvarpinu. Lesendur völdu bestu náttúrumyndirnar, úrslit tilkynnt í ljósmyndakeppni Fréttablaðsins. Helgarblað Fréttablaðsins, ómissandi hluti af góðri helgi. Rýmingarsölunni er að ljúka í Intersport Lindum. Verslunin lokar, allt á að seljast. Intersport, alvöru sport. Hjá Múla er kostnaðurinn alltaf sýnilegur. Ást, friður og Múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Í kvöld á English Pub sér Eyþór Ingjum að koma öllum í rétta gírinn. English Pub við Austurvöll. Egilsgull. Léttöl. Vantar þig eitthvað hollt og gott í matinn? Lax í Sesamengifer. Fiskverslunum Hafið, Hlíðasmára. Höfum einnig opnað stórglæsilega fiskverslun í Spönginni Grafavogi. Allir leikir í beinni á risaskjá í boði Carlsberg. Players. Búðakór Kópavogi. Samsung spjaldtölvurnar er á frábæru verði í Elko. Samsung Galaxy Tab 2 frá krónur 29.995. Elko, einfallega lægra verð. Áskrifundur í Stöð 2 Vild fá veglegan afslátt hjá samstarfsaðilum Stöðvar 2 í september. Frábær tilboð hjá vegamótum Lifandi markaði, efnalauginni Björgi Mjótt, Splass 1011, Ósusi, Mikkelsen, Ólís, Óbje og margt fleira. Kynntu er tilbúin nánar inn á stöð2.is. Það margfalt borgar sig að vera í áskrift. Stöð 2 Vild er snilld. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka. Síminn, verð í sterkara sambandi. FM 957. Topp tónlistarstöðin. I've never seen a diamond in the flesh. My friends and I, we've cracked the code. Flottasta lagi á stöðin í dag, Sveimi þá. Hrikalega flott lag.
Þeir að hlusta á FM 95 blöð. Styttist í að við syngjum í Arnar Gunnlaugsson. What a man, what a man. What a man, what a man, what a man. Já, fyrsta sinn sem við heyrum í honum, live hér í þættinum. Já. Maður bara hálfstressaður. Það stress í okkur, við viðurkennum það alveg. Við erum búin að viðurkenna. En það eins og að komið að könnun sem að Egill Einarsson gerði fyrir í dag. Og hún gengur út á hvor staðurinn með myndalegra starfsfólk. Já, út af því málið að konceptstaðana Já, þeir eru auglýst eftir starfsfólki. Joe and the Juice, náttúrulega sem fara það erlendis að það svolítið, það svona töff lið. Töff lið, já. Það lið sem svona í myndalegri kantinum, helst með tattoo, svona töff típ. Það töff lið sem sagt, ef maður með tattoo? Já, það samkvæmt konceptinu Joe and the Juice. Já, ok. Og Lemon líka, þú veist, með svona koncept, þú veist, það hrest og skemmtilegt og myndalegt starfsfólk, skilur, og ég bara fór og gerði könnun. Já, það sem ég gerði. Þú vildir sem sagt tjekka hvor staðurinn væri með, flottara starfsfólk. Það var nákvæmlega þannig. Já, og við skulum bara heyra, ég hringdi í dag og við skulum heyra fyrst þegar hann var á leiðinni á Joe and the Juice og heyra svo hvað hann sagði Lemon, hérna, tjekkum á þessu. Já, halló. Sætlitu. Herri, hvar ertu stattur núna? Herru, ég stattur á Joe and the Juice. Joe and the Juice, hvað í kringlunni? Í kringlunni. Ok. Herru, ég wow. Hvað? Það mest sexy gæi sem ég séð. Mest sexy gæi? Já. Rólegur. Sko, það 1, 2, 3, 4, 5 gæjar að vinna núna. Ok. Sýnist í fljótu bræði 3 allan vera með tattoo. 3 með tattoo? Já, 1 með derhúi. Það ekki margir sem eru mjög sexy með derhúi. Þetta gæi, hann ber hana fárlega vel. Hann mest sexy sem með derhúina? Nei, það annar gæi með ruglunu. Ok. Í ruglun. Hvað rólegur? Og sko, en það ekki reyðilega þegar, það engin sköllóttur, ekki einn. Það allir með þykkt hár. Hvað, okkur eftir að leita einhverjum sköllóttum? Nei, bara ég bara að segja það sem staðan, skilur. Hvað, það eitthvað gríðilegur bömmar fyrir mig? Nei, bara það það sem snóðaður, sko, svona, hann greinilega með þykkt hár, sko, hann snóðaður by choice. Þú ekki svo leist út af hann. Já, sko, hann gæti alveg með þykkt hár. En þessi með derhúinu, heldur að hann sé að missa það og sé að fela það? Ég reyndar, góð spurning, Dutch. Sko, ég fór ekki að segja að taka derhúna, sem ég sýnist að vera, hann með þykkt í hliðunum, sko. Já, það ég líka. Já, reyndar. Damn good question, maður. Já. Hvernig kemst ég að eiginlega? Ég veit þetta, hann samt þegar þú veist, hann derhú mjög vel, sko, hann svona allir bara í bólum, eða skiptum. Ok. Og þetta það ekki einn ljótur gæi hérna svona. Ok, 5 sexy gaurur að vinna þarna. Já. Hentu einhvern. Á, bara alla, total. Já. Ég sé þetta þessi strákar þetta er áttur. Þetta allt áttur? Já, þetta svo milli 7 og áttur. Það enda rosalegt. Já, ég meina, við erum ekki að tala, það er ekki 10 þetta, sko. Nei. Nei. Það Hvað er 10? Það með Matthew McConaughey, Brad Pitt, Ryan Gosling, Gilsarinn, þú. Ok, þannig að það er engin 10. Nei, en sko þetta lítur mjög vel út. Ég þarf að fara bruna bara beinti á Lemon. Hentu á Lemon og ég heyri þér út komið þangað. Þannig að þú gefur Joe and the Juice 8 í sexy en engin sköllóttur. Engin sköllóttur, því niður. Ok, ekki fá þig neitt þarna þá. Nei. Fine. Já, þú byrjaðir á Joe and the Juice. Þetta var sem sagt fyrir staðurinn. Ég hef ekki prófað það samt. Ég fór ekki inn og fekk vera sandwich, sko. Nei, stóðstu bara fyrir utan að meta strákana? Já. Já, engin kona vinna? Nei. Joe and the Juice, já, ok. Og svo brunaður á Lemon og við skulum fá að heyra þegar hann ákvað að bera þessa staði saman. Hérna er Gilsarinn stattur inn á Lemon. Sætlitu, jæja, þá ertu væntanlega komin á Lemon núna. Já, ég er að lappa inn. Hvaða Lemon stað ertu á? Það náttúrulega bæði á Laugaveginum og svo. Góða punkturinn, ég er á Suðurlandsbrautinni. Þú ert á Suðurlandsbrautinni, ok. Já. Hvað blasir við þér? Hörru, ég sé strax 4 gæja. 4 gæja, hvað, er þetta bara strákar í vinnu á þessum stöðum? Nei, og ég sé konu að henni líka. Ok, gefum nonna tattoo það. Það verður ekki ein kona á Joe and the Juice, ekki ein. Nei. Það er female hérna, þannig að sko við stuðum jafnbreyttið við félagarnir, þannig að við erum strax pluss hérna hjá Lemon. Já. Sko, ok, það er gæði með yfirvaraskegg hérna. Ok, bara mottu? Nei, það er með yfirvaraskegg, það er með greitt til hliðar, sleikt hárið til hliðar. Já. Og með eitthvað flott til gleru, ég sé.
Ég er ekki með, sko. Ég ætla bara að ringja Robby Kantur eftir til að fara í þessa árgjörslu og þessi gleru. Sólgleru það? Wow, nei, bara gleru. En er hann meira sexy heldur en gaurin sem var í ruglunni áðan á Joe and the Juice, eða? Þetta er hona. Já, nei, já, sem að þú sagði að vera mest sexy þar. Já, sko, ég myndi segja þessi hérna. Þessi eini gæði tekur alla gæðina á Joe and the Juice og pakka þeim saman, sko. Já, ok. Hann er með yfirveraskegg, sko. Já, er það inn núna? Þú fær helviti langt á því, sko. Ok. Ég líka er með alveg slikt til hliðar, sko. En hinnir sem er að vinna, þú ert að einblina svolítið bara hann. Eru bara einhverju jólasveina með honum, eða? Nei, það er því gæðir. Verður hreinskilinn? Það er því gæðir að spjalla saman og hlæja núna. Ok, það er alltaf stemming á Lemon. Já, þau eru báðið mjög myndarlegir. Annar er aðeins myndarlegir, ég var að viðurkenna. Hann er svona stuðkjöptur og hörðu, I shit you not. Það er eitt hérna með blöð. Já, sem snóðar og fúsum og frálsum vilja eins og hinnustænum. Við erum með eitt hérna. Lemon Boy er ekki að skýta á sig. Við erum með skollofinn hérna. En það er ekki Jón Gunnar sjálfur, er það? Nei, ég sé nú ekki John Gunnar hérna akkurat núna. Jú, hörðu, hann er inn í eldhúsi. Nei, er tattu á staðnum? Já, hvað heldur þú? Hann er út allt þessi drengur. Hann er í símanum, sko, ég ætla ekki að tröfla hann. Hann var að veifa mig núna. Hann er alltaf í símanum með tölvunni. Þessi hérna sem er með blöðin, er hann að taka svona Ómar Ragnarsson á þetta? Er hann með hliðunum og kífi ofan eins og ég? Eða er hann að... Nei, hann er sko, hann er ekki að taka Gunnar Áksson á þetta. Hann er ekki skafaður. Nei. Hann er nær fyrir Ómar Ragnarssoni. Ok. En sko, hann er með að tett, sko. Með tattu, En málið er samt, ég sé bara einn gæja með að tett, hérna voru 2 gæja með að tett að Joe and the Juice, sko. Ok, fleiri tattu þar. En þá er það... Lemon Boy, hann er alltaf með slít, sko. Já, hann er búinn að erma þetta í gang. Já. En þá er það bara einhvern. Alltaf, sko, ef að gæjinni væri ekki hérna, með yfirvaraskeggið og kveitisliðar og sér anduru gleru, þá væri þetta líklega dead head. Ok, þannig að Lemon er að vinna þetta út af honum. Já, það er einn dítill sem er að sjá núna. Hvað? Það er einn gæja hendi Safa þetta. Já. Og heyrir það kannski núna. Já, ég heyr það. Hann er með svona diskustykki, svona gift onni buksurnar. Like a real man. Bara eins og Patrick Swayze í Roadhouse. Já, hann er bara með þetta bara, hann hengur svona utan á buksunum, hann er að mixa Safa. Fílíkum maður. Ég held ég verði, sko, leiðilt fyrir Joe and the Juice að heyra þetta, en ég held að Lemon Boy sé að taka Victory hérna í dag. Hvað gefur þið með einhvern? Þeir fengu 8 á Joe and the Juice, hvað gefur þið Lemon? Ég set 9-3 á Lemon. Vá, það eru ok, þá er það komið. Þannig, þetta er bara árið staðbyrst, þá þurfum við ekki að ræða þetta frekar félagarnir. Hentur upp í hús. Það er ég bara Og hann er nú komin hérna upp í hús, þannig að, já, Lemon hafði sigurinn í þessari keppni hér. Alltaf var hörð keppni, sant? Já, ég heyrði það, þetta var voða jafnt og spennandi. Það var bara, allan þessi staðir eru báðir að ráða inn bara náðast mótil í vinnu. Já, það er eitthvað svona, þú átt að vera töff þarna. Það er konceptið. Þannig að þú veist, við getum ekkert að vera gagnrýnir af koncept. Nei, ég menna, það er ekkert gaman að fá sér samlokk og juice og það er ekki töff. Ég sá líka, þau voru allir mjög hressir, eins og þannig að einn gæði að Joe and the Juice. Það er reglan. Já, hann var afgæður ykkur að 3 stelpur og hann var greinilega með bara comedy. Það voru hlægandi, hann var hlægandi og hann var að hendi ykkur Safa. Var þetta bara eins og auglýsing fyrir hótel? Já, hann var skælbrósandi með hvíta tennur. En ekki það, auðvitað er gaman að vinna á stað sem er skemmtilega móral og það er náttúrulega hjálpa til. Ég var bara að vinna með pizzustæðina, þú veist, þegar ég var back in the days, þá var ég að vinna á pizzustöðum. Þetta hefði verið til, það ég sótt myndi ég gutið fengið inngöngu. Nei. En ekki það, við hlóðum alveg hjá Vurt sko, það var alveg stemmingi á okkur, við vorum brosandi. Já, en þú veist, varst að mixa Safa og afgreiða 3 stelpur og varstu að segja okkur góðan brandara þar? Nei, telja skrúfur sko? Ég var að telja skrúfur og afgreiða svona byggingamenn. Því miður ekki sami fílingun. Það er bara ekki sami fílingun, það er hár rétt hér, en Lemon hafði sigurinn á þessu sinni og það var allt einhverju gaur með yfirvarastjaka að þakka. Skulum fá hér David Guetta og Titanium, veit ekki með ykkur, að þetta lag er blöðmanninum í gírinn. Mánaðarins á Subway er pizzabátur og kostar aðeins 450 krónur. Pepperoni, pizzasósa og ostur og brakandi ferskt grænmeti. Subway, eins og þú vilt hafa. Árið 1909 kom Ford T fyrst á götuna. Það skiptir þig engu máli. 1909 skiptir þig máli. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Við á Gló höfum opið til klukkan 21 helgar á Laugavegi. Gló, yfir náttúrulegu veitingastaður. 3 fyrir 1 af völdum drikkjum á föstudagskvöld milli 12 og 1 í boði Red Square. Hólm, Austurstræti 12. Við höfum opnað nýja og stórglæsilega fiskverslun í Spönginni. Fiskverslunin Hafið, Spönginni og Hlíðasmára.
Spennan magnast, því milljónirnar eru hreinlega í bunkum í Eurojackpot. Eurojackpot, föstudagur til fjár. Spænski boltinn rúlar áfram helgina. Gareth Bale, Ronaldo og félagur í Real Madrid berjast toppsætið ásamt Messi, Neymar og félögum í Barcelona. Spænski boltinn hefur aldrei verið stærri. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö, á FM 957. Tveir harðir í FM 95 Blö. Summertime Sadness, vinsælt lag hér á stöðinni fyrir að hlusta á, tvo harða í FM 95 Blö í Fantagýr. Sætlitu. Eins og alltaf sætlitu. Eina sem að ræða með það þetta ásett búin að fara aftur inn á þetta firstdate.com þarna ókið. Já. Þannig við sjáum til með það eins. En það hins vegar... það þarf ekkert að vera svo leiðilt. Þetta alltaf einsetta rugl þarna hjá þeim. Ég held að það sé skemmtilegt. Hvað heldur ég sé svona vitlaus heldur? Ég veit ekki alveg hvað er að fara að gerast í þessu lið þannig eftir það. Þú að bara, leika mig og gera það alveg skemmtilega. En það eins og að koma að sturlum staðrindum og það eitthvað sem ég til í. Ert þú tilbúinn, Neill? Já, ég er klár. Og hlustendur tilbúinir, þá byrjum við hér. Það voru hommar á 7. áratögnum sem byrjuðu með swag orðið á sínum tíma. Og þá þýddi að maðurinn væri samkenniður ef hann væri með það swag. Þetta var svona leynórð hjá hommum á 7. áratögnum. Ok. Samkvæmt sturluðum staðrindum. Það er magnað. Já, það ég minna oft tala þetta orðið mikið notað í dag. Að vera með swag. Og það er mikill töffarskapur. Getur þú nefnt með eitthvað til dæmis á Íslandi sem er með swag? Arnar Guðli Áksson. Sjálfur sem að segja Arnar Guðli Áksson. Ég er búinn að láta það tölvun ef eitthvað segir Arnar Guðli Áksson í stúdíónu þá gemur þetta. En já, hann er með swag. Við viljum að mynda að ringi hann á eftir. Já, vá. Það er alveg nokkri Íslendingar með swag. Já, The Coldfather, Luigi Bergman, Valdi Björn, Fjölnir Þorgeirs. Þetta er Valdi Björn með swag. Já, hörru, Valdi Björn er komin aftur. Valdi Björn er topp maður en ég veit ekki með swag. Hann er komin aftur í sporthúsið. Hann? Að lifta. Hann mætti, ég sá hann í morgun í Luca Toni treyjunum sinni. Var hann hættur í sporthúsinu? Já, hann takkist okkur pásu. Hann sagði morgun, ég er alveg spikfeitur. Ég sagði bara, Valdi er út ekki spikfeitur í toppstandi, sko. Er hann með að comeback? Já, hann er með að comeback. Ok, það er næsta. Þú sefur betur ef þú borðar ost rétt fyrir svefnin. Ok. Sturlu staðrind. Þetta er einhver sem þú myndir nú ekki mæla með sem engaþjálfari? Nei, ekki, þú vilt hugsa strimlalega neðsvæði. Þú vilt ekki bara ost á hana fyrir að sofa, sko. Þetta er ekki að sendir í fjarþjálfum.is? Nei, það er svona ost í þetta. En ef það verður til þess að fólk sefur betur? Já, sefur betur, en þá er þetta fórna, sko, líkasveitunni fyrir það, sko, viltu það? Já, ég held líka að sofir ekkert illa þó þú sleppir ostinum, sko. Nei. Sefur þú búin að sofa vel undanfarna daga? Nei, reyndar ekki, svo vill í nótt. Okkur? Ég veit ekki, ég var alltaf að vakna. Það dreif mjög sétt það? Nei. Það gangi svefni og keiri bortarsbrekkuna? Nei, ég hef ekki labbaði svefni sem ég sagði frá því, en ég held að sé, 6 vikur síðan þegar ég vaknaði þarna bak við sófan og viðbyður. En, já, allavega, þá, ég veit ekki hvort það sé að vera að tala um eitthvað sérstakkan ost, hvort það maður bara tróðið sér gott af fyrir svefnin og allir ferskir, en allavega, samkvæmt sturlum staðrindum að þá líður þið betur ef þú borðar ost rétt fyrir svefnin. Okay. Eða þá sefur þið betur, segir fyrir ekki. Svo er næsta, þú átt að faðma cirka 8 sinnum á dag. Ha? Það er svona... Þú átt að faðma 8 sinnum á dag? Já, ég fór að hugsa þetta þegar ég var að skrifa þetta. Já. Ég er kannski svona 2. Það faðmar á dag? Já, til dæmis þegar ég hitti þig, þá faðmaði ég ekki. Nei. Ef ég hitti Jó Ásbjörns eða Simma eða Pétur Jóhann, þá faðmaði ég faðma ekki Sveppa. Hverju faðmar Pétur Jóhann ekki Sveppa? Bara öðruvísi týpur. Sveppi faðma ekki hvern annan. Það er samt mjög, minnst þetta illa gert gangað bæði við mér og Sveppa. Hverju faðmar Pétur Jóhann og Simma Will? En ekki mig og Sveppa? Ég held að ég faðmi góða vini mína sem ég hitti sjaldnar. Ekki að það einhvern sens? Já, kannski. Það viltu meina að það eru að faðma til þessu á dag, sem var ekki sérstæðan? Ég meina kannski hvað, og ég bara faðmaði alltaf þegar ég kemur í sporthús að lifta eða? Ef að prófa það? Nei, persónulega alveg til ég að sleppa ég að faðmaði þegar ég hitti þið. Nei, menn ef þetta er eitthvað sem maður græðir á. En hvað faðmað þú oft á dag? Það er enginn að faðma 8 sinnum á dag. Ég er nokkuð sem ég faðmi bara engan. Jú, konur faðmaru engan, aldrei. Já, ég menna að við ekki okkur einasta degi faðmi. Kom ekki einhverju dagar og svo faðmar engan. En 8 sinnum á dag, ég þarf að ríða mig í gang, það er bara hannig. En eins og í kvöld, ég er náttúrulega að fara það er hérna keilukvöld með familju og vinnum. Ég næ alveg 8 faðmum í kvöld, ég faðma náttúrulega alltaf sýstu mínir á mömmu og það er þegar ég hitti þær. Ég ætla að ná alveg góðum 5-6 í kvöld. Já, þú voru að fara í 8 sinnum.
ég ætla að bara barþóninn hann í Elísvöllunum og faðma Hvað er þetta að gera? Ég er bara komin í 7 maður á að faðma 8 sinnum á dag. Svo hér kemur önnur sturlustaðarind. Það eru 96 dagar til jóla. Ok. Það er svolítið lítið maður. Er það sturlustaðarind? Nei, nú svo sem ekkert sturlu, bara staðarind. Bara tölfræði? Já. En er þið farið að hlakka til jóla? Nei. Nei, þú ert ekkert jólabarn. Nei, hversu þreyttu tími er jólin? Það er æðislegur. Ég elska jólin. Jólalög, það er ekkert þreyttara en jólalög. Ég skal gefa þér það, jólalögin eru leðileg. En sjálf jólin, vera með familíinu. Það er eitt jóla sem er fínt, það er jólaði með Bono. Með Bono, já, líka hérna Christmas Time Has Come með Smashing Pumpkins, það er gott. Já, það er bara umferðin, snjórin, svona... Já, ég er meira að tala bara, þú veist, ég difi sig og vera að spila með familíinu og svoleið, sko. Já, þú vil að spila því, sko. Þú elskar að spila Ludo og eitthvað. Ég er ekkert mikið í þessu Ludo, sko. Við erum ekki að spila Ludo þegar við hittumst. Hvað heldur þið gamalt? 10 ára eða? Þú veist, þið hefur aldrei farið í Alias eða Actionary eða eitthvað svona? Ég hef ekki komið nóg mikið inn í þetta, ég veit ekki. Það er ríkalega gaman maður. Okay. Svo er það hér næsta. Hollendingar eru að loka 8 fangelsum núna út af skort á föngum. What? Svolítið mikið. Það er verið að loka 8 fangelsum í Hollandi vegna skort á föngum. Þannig að vanta glæpamenn, Já, það er ekki bara því að má allt þarna eða? Já, þeir eru ekki að banna neitt. Það er ekki, þarna máttu reykja gras og það er einhvern veginn allt leifilegt. Hollendingar eru með slagir, þeir eru ekkert að æsa sig við neinu, sko. Nei, ég held að sé ekki 18 ára aldurstakmarki ljós þar allavega. Þú segir að það er, sko, það vantar fangelsjón í Íslandi, sko. Það er hellinga fangelsjón lausum Hér vantar fangelsjón, já, það er líka, sko, það reyndar í Ísland ekki það alslæmt, en það liggur við stundum að þessi grýtt inn bara og gefur ekki stefniljós, sko. Í Hollandi þar eru menn bara labbandi með jónuna og... Það eru aðtillæri þar, sko. Þeir eru tillæri. En svo er það hér, Valentínusardagurinn er bannaður í Sádi-Arabíu. Maður er alltaf að heyra einhverja svona fréttir frá Sádi-Arabíu. Nú, veist, maður þarf að passa sig, sko, að vera ekki með fordóma. Maður á aldrei að vera með fordóma, en ég myndi seint flytja á hann gammal. Er það bara út af því að, it's an American tradition? Það er ekki, já, örugglega. Illa við the Americans. Þetta er ekki steiktast það sem ég lesið með Sádi-Arabíu stjórnum starrendum, sko. Þú ert í Sádi-Arabíu, ekki fara í sleik við vinnin, sko. Ekki faðma vinnin, sko. Þeir eru mjög illa við það, sko, að 2 kallmenn sem sína hvað öru væntu þykju á almannafæri. Það er ekki vel séð þar, sko. Já, ok. Þú getur verið í sleik um mig, hérna, núna og eftir, frammi, það er þetta sama. Áhugin 0, sleppið þið bara. En ég skil hvað þú ert að fara. Svo er það hér, já, þetta er eitthvað sem að, meðan svo mikið til í. Þú skrifar hraðar á lyklaborðinu þegar þú ert reiður. Já. Og þetta er, ég fór að hugsa þetta, blöð á nú til stundum að vera reiður, fæ kannski eitthvað sendi eitthvað og vera bara, hvað það... Á Facebook-chattinu. Þá bara, varst þú að heyra eitthvað svona, þá maður skrifa hraðar. Já. Og færri stafsendingavellur, fylgir það staðarindin eða? Ég veit, það stóð ekki, sko. Ok. Býflugur sjá þig ekki ef þú ert kurr. Þannig að ef það er býfluga í kringu þig, þá bara stay calm. Ok, en geitungur, sjá þig með kjur. Þú skýt saman býflugur, þeir eru fljúandi bánsar, sko. Ég held að geitungur sé sama dæmi. Heldur það? Ég ætla ekki að vera kjur, næst ekki með geitungur og stingum mig í kinnina. Hvernig væri, þú ert 200 kíló að gjöti, hvernig væri þú myndir einhvern tíma bara vera eins og maður þó að koma eitt geitungur? Er þú alltaf ekki lengur hrættu við geitungur? Ég er ekkert svo harðast. Manstu á Benidorm þegar við sátum félagarnir á borða hann á strandinni og það kom geitungur? Ég lendi með þessi geitungur í einhverju viðtalið fótbolti.net, ég var ekki svo harðast þar, sko. Nei, þetta eru ógeðsleg kvikindi. Eina jákvæð er þau eru að deyja út á Íslandi, sem er bestu fréttir. Nú, af hverju að deyja út? Ég lesi svona 2 í sumar. Það er bara mjög gott. Þeir eru bara einhvern veginn að deyja út og þegar þeir deyja alveg út, það verður veistla. Hata á. Geitungar eru líka einhvern veginn bara, þeir eru alltaf, það er eins og sem er alltaf á hodnum sér. Þeir eru alltaf pirraðir og alltaf böggast í þeir eitthvað. Bíflugurnar eru að gera góða hluti, þeir eru búið til súrefni fyrir okkur félagarna, sko. Geitungar eru bara með leiðin. Ef ég sé risastóra bífluga var ég alveg hræddur, sko. Já, en ímyndaði bara að sé bánsi með vangi. Hvað heldur, veistu hvað? Þú getur klappað bíflugur, sko. Ég er ekki að fara í það. Okay. Það eru 2 eftir. Þú getur borðað gull. Okay. Sturlu staðreynd. Og það voru ekki einhverjir íslenski bankar í því út í Kína að borða gull með einhverjum viðskiptaðunum sínum. Ok, og hvað og þú er ekkert veikur af því? En það er ekki orðið fullgróttur og þannig að geta gull. Það var orðin svolítið drunk with power. Það bjóða félagarnum yfir og þeir að fá okkur gull. En það voru bankar íslensku, þeir voru orðin svolítið drunk on power. Ég man, sko, ég las þetta einhvers þar, hvort þetta var Glitnir eða Landsbankin eða þetta og svo sem allt, þeir voru allir í sama röglunu, þannig séð. Voru að borða gull? Já, þeir voru að bjóða, sko, viðskiptaðunum sínum að borða gull í Kína. En ekki það, ég meina... Hvernig er það gott að bræða það? Fylgir það hætti? Nei, það er röglega ekki.
Það er bara, þetta ekki að vera bara eitthvað töffaraskapur eða eitthvað? Ég veit það ekki. Þetta er nú reyndar hallast. Borða gull, ég hef aldrei hert þetta áður. Þú ert reyndar alveg típan ef að þið væri boðið í eitthvað svona bankapartí og herru, hérna er gull, wow, good shit. Ég myndi henda hinn og leið, sko. Þú borða þetta gull strax, sko. Þú ert ekki að rakka það niður hérna, sko. Svo það síðasta sturlaða staðreind dagsins og mér finnst hún mögnuð og eitthvað sem ég var alveg til að taka upp á Íslandi. Nýja-Sjáland vill vera reyklaust og er að berjast fyrir því að pakkin kosti $80 núna, eða 10 skall. Wow. Það er bara að þú ætlar að fara að kaupa þér sígarettu tilbaka, það var 10.000. Ég hef gaman að heyra hvað Mike að segja það að pakkinu í Íslandi er hækkari 10 skall. Já, er það ekki þess að myndi kannski að hætta að reykja? Já, það er reynda mjög góða punktur. Það er reynda eiginlega allir í kringum mig sem að reyktu, sko, með þess að mamma og pappi sem að strompuðu, það er eiginlega allir hættir. Já, en sko ef að hvað kostar pakkinu í Íslandi? 500 kall eða ekki eitthvað svoleiðis, 700 kall eða eitthvað. Kostar ekki meira? Ég hef nú aldrei reykt. Já, svona 8, hann getur ekki kostað meira en 800, fjandinn. En þarna sko, ef þetta færi í þetta, þá kostar hver sígaretta 500 kall. Þannig að þú stendur bara í Reykjavíkbyggjun austur og einhver spyrir, herru, áttu réttanda mér, þá er þetta actually bara rukkan. Þá er þetta að taka bara, já, það er einn rauður gamli. Þú svo álítur að spara, sko. Já, myndir ekki minna. Það eru alltaf hreina á Nýja-Sjálandan, já, með þetta, góðlega. Já, þetta er eitthvað sem ég var alveg til að sjá í Íslandi, að fólk myndi hætta að reykja. En þetta voru sturlaðar staðreyndir. Hver fannst þið svona að standa upp úr í dag í jail? Já, það er gaman að því að, maður getur borðað gull. Það er líka gaman að því með bílflugurnar að sjá mann ekki maður kjur. Ég ætla að prófa þetta. Já, prófa þetta eitthvað tímann. Þetta voru sturlaðar staðreyndir. Hér rétt handa við hornið er símtali Arnar Gunn Lágsson og fleira. Þetta lag. Það er gott lag. Akkur á þeir ekki gert neitt núna? Outcastir er alveg hættir það? Þeir eru slökuð að það sá. Já. Þeir koma kannski með það comeback. Vonandi, virkilega flott hljómsveit hér á ferð. En það styttist ég að við ringjum í Arnar Gunn Lágsson. Já, og það er eitt sem ég þarf að segja við þig, Auðun Blöndal. Hvað? Við erum með hornið Blood Tells It All í dag líka. Blood Tells It All. Þannig að mástu hornið hana sem þú felur ekkert úr hlustundum og segir hlustundum allt. Hvað er verið að senda þér eitthvað? Það var að berast saga til mín frá æskuvinninu bara Sauðárkróki. Það fer alveg eftir hvað saga það er. Þetta er mjög góð saga, ég lofa því, sko. Þannig að pældi í veislu, hún fær í Arnar Gunn Lágsson, hún fær í First Date og Blood Tells It All. Þessi dagskalið allir byrjað að ganga bara út á að henda mér í svaðið? Nei. Jú, bæði First Date og Blood Tells It All. Henda þér í svaðið, finna þér lífsförunaut, ömulegt. Lífsförunaut, hvað hann í Danmörku, Noregi og Svíþjóð. Þetta gengur allt út á, þú ert að tala um hvað ég sé mikið celebrity og hvað þú sért frábær og massaður og... Nei. Heldur ég veit alveg hvað First Date gengur út á. Sén er bara þú að sína hlustendum virðingum með að fel ekkert fyrir þeim. Ég hef aldrei falið neitt fyrir hlustendum. Ég veit það, þess vegna er þetta frábært. Nei, en það þýðir ekki að þú þurfir að vera að dæla einhverjum svora í þau. Nei. Ég get lofa, þetta er gegt. Er þetta hvað? Gegt. G-E-G-T, gegt. Ertu 12 ára? Stytting og geðvikt. Gegt, ég hef aldrei sett geðvikt. Ekki eftir ég var 30. Fyrir mögulesingar. Í kvöld á English Pub sér Eyþór Ingjum að koma öllum í rétta gírinn. English Pub í Austurvöll. Egils gull. Léttul. Trúlega kynnir. Hide Your Kids verða með miðnættu tónleika á Gamla Gauknum í kvöld. Miðastal opnar 20 mínútur fyrir miðnætti. Litlar 1000 krónur inn. Brjálastuð út í nóttina. Sjáumst. Óvænt útgjöld setja oft strik í reikningin. Hjá Hraðpenningum getur þú fengið lán hratt og örugglega. Við hjálpum þér að brúa bilið. Hraðpenningar.is. Nú getur þú tryggt þér bílaleigubíl í verksmiðjuábyrgð á frábærum kjörum. Skoðaðu úrvalið á benni.is. Bílabúð Benna. Notaðir bílar. Vantar þig eitthvað hollt og gott í matinn? Lax í Sweet Chili Teriyaki. Fiskverslurinn Hafið, Hlíðasmára. Við höfum einnig opnað stórglæsilega fiskverslun í Spönginni Grái. Ofur hljóðkerfi og Corona kynna Mark Romboy í Hliðarsal Harlem föstudaginn 20. september. The whole damn planet wanted a piece of me. Vin Diesel er mættur aftur sem grjótharði Riddick í frábæri hasarmynd. Riddick kominn í bíó. Einn stærsti leikur tímabilsins. Manchester City, Manchester United. Sunnudag klukkan 14:45. Cardiff Tottenham á sama tíma á Sport 3.
Enski boltinn, háhraðanet og heimasími fyrir aðeins 8.990 krónur. Tryggðu þér kaup ársins í enska boltanum. Sport 2, enski boltinn. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka. Hér á FM 95 Blö, 2 harðir með ykkur á föstu degi, það 20. september og við erum í þvílíkum gír, ekki satt ill. Það bara nákvæmlega þannig, Blöndale. Það bara þannig og já, ekki gírinn að fara að minka okkur núna, maður. Nei, þetta stórkostlegt. Þetta í fyrstu, það náttúrulega, við treystum náttúrulega á hann svari, það einu. Já, ég í fyrsta skipti stressaði fyrir símtal. Mér finnst eins og við sem að fara að ringja Obama. Já. Það bara, ég finn að við erum að fara að ringja eitthvað rosalegt símtal. Þegar maður ringir í Arna Gunnlaugs, hvernig á maður að haga sér? Ég veit það ekki. Hvernig er hann svari? Svarar hann bara halló eða, veist? Ég líka mjög fyrir að vita hvernig hann svarar. Þetta bara, ég er ekki að grínast, ég hann stressaður. Það kemur ekki óvart að það myndi svara og það bara þögn. Það svarað, en heldur að ringingin hans verður þannig að heldur hans í útlandum? Það bara 50-50. Það líklega, svona kannski 80-20. Það líklega röndis. Það sé ekki Miami eitthvað. Hvað klukkan að Miami núna? Erum við að vekja hann eða ringjum það? Ég veit það ekki. Þessin ég að stressastu. Ég líka maður. Ég ekki að gera Arnar Láksson reiðun. Nei, hann reyndar með það gott jafnað að geða. Ég hef aldrei séð hann pirraðan. Ég gæti actually pissað á hann og hann myndi bara spyrja hvað þetta að gera? Já. Hann með það gott jafnað að geða, sko. En ég lagst til að heyra hvernig hann svarar. Hindi hann. Ringi mig hann hérna. Ég með í magan. Arnar Gunnlaugs og það Arnar Gunnlaugs hodnið. Við erum að tekka á þessu. Ok, og þú voru að haga þér eins og maður? Já, ég var alltaf þóra að tala við hann, sko. Já, við erum að spjalla báða við hann. Já, ég veit ekki. Ég er alveg stressaði, sko. Má sjá, hérna. Þetta er ekki að fara að skamma mig. Það er ekki að lesa númur hans upp hérna í þættinu. Nei, ekki gera. Það bara... Það skiptir númur bara á eftir, sko. Ringir. Það virkar samt eins og hérna þetta sé á Íslandi. Já. Þetta er ekki erlendur tónn. Arnar. Fitta. Sætla og blessaðar, Arnar, þú ert hérna í beinni útsendingi á 2 hörðum. Komið fagnandi, drengir. Komið fagnandi. Hvað segirðu, töffari? Ég er bara flottur. Alltaf flottur. Ég er allir að stressast upp í það maður. Fyrsta spurning, ertu á Íslandi núna? Er ég á Íslandi? Já, ég er á okkar ástsæla landi. Já, ok, nú. Það gerist nú ekki oft. Það ert svolítið erlendis eða ekki, Arnar Gunnlaugsson? Jú, freka mikið, jú. En hvar varstu síðast þú varst erlendis? Hvað er ég að gera? Nei, hvar varstu síðast? Í hvað landi? Hvar varstu? Ég er í Bandaríkjunum. Hvar nákvæmlega? Þetta er bein ústing, segir þú? Hvar nákvæmlega í Bandaríkjunum varstu? Hvar varstu? Ég mánu ekki alveg vera að tala um ykkur, en ok. Hvað segir þú? Hvar varstu síðast þú varst í Bandaríkjunum? Ég bara gera það sem allir gera. Hvar varstu? Sjá fyrir mér og mínum. Í hvaða fylki varstu? Hvað fylki? Já, eða borg. Hvar varstu í Bandaríkjunum? Hvar? Ég var í Los Angeles sem er í Kaliforníu fylki. Einmitt, kannski bara chilla í LA? Já, bara þannig. Þau líka spæði. Ég verða að spyrja þér núna, Arnar, fyrst við erum með þig á línunni. Það er nú ekki ótt sem við fáum að heyra í svona snillingi sem þætti. Í hver ertu? Stráka, ég er að gefa ykkur 3 mínútur af mínu lífi og þarna þeir eru að spyrja ykkur fárlega spurningar. Ég bjóst ykkur smá meiri speggi frá ykkur. Í hver ertu núna? Í hver er ég? Ég er í fötum. Hvað er það? Hvernig eru skotnir ef við byrjum þar? Hvernig er skotnir? Já, í hvernig skóm ertu? Það eru með reymum og sólum og hvernig eru litin? Ég var að koma úr gymminum, ég er bara klættur svo. Var að koma úr gymminum! Jesus Christ. Þetta varst að koma úr gymminum. Það þarf að vinna svona líka maður. Hann hugsaður the birdie, en Arnar Gunnlaugsson, hvað er að mesta svo tekið í bekk? Mesta sem tekið í bekk? Talandi gymmi. Já. En djúp spurningi frá okkur, þú voru alla vikuna að fatta bara spurningum. Herðu, 125 kíló. Heimsinn reyndar á
átti að taka einu sinna, á reynda 5 sinnum. Nei, ég er að djóka ykkur. 125 kíló fyrir fótboltamann. Þegar þú ferð í ræktina, því að sko við höfum séð hvernig þú klæðir þig dagstaglega. Það er bara, og þú ert alltaf eins og þessi nýbúið að klippa úr einhverju bækling. Við þurfum ekkert að fara í felur með það. Þegar þú ert í ræktinni, ertu í einhverjum geðugum fötum þá líka það? Nei, ekki bara íróttafötum. Það er ekkert eitthvað... Dressið þið ykkur fyrir ræktina? Nei, við erum ekki AG. Þú ert ekki í einhverjum Gucci hlýraból og... Ég reynir samt að passa sko, að samsvara mér, veist, að ég er í Nike stuðbuxum og er í Nike hlýraból, ég er ekki í Reebok skóm og Nike. Já, ég meina, maður fer ekki í einhverjum fjólublan ból við hvíta buxur eitthvað úrlega, sko. Nei, þannig að þú pælir aðeins í þessu, í geminu. Maður pælir aðeins í þessu, já. Okay, ég get ekki neitt af því. Hvað verður lengi á klakkanum? Fyrir við ekki að sjá þið aftur á The Table? Horfum við United leikið saman, eða? Það er heilaður dagur á sundag, ekki? Já, það er United, það er City United. Verður við ekki á The Table með okkur? Jó, ég mæti klárlega það. Ein spurningan, hefur eitthvað farið til Miami á þessu ári, Gulli Áksson? Nei, en síðast þegar ég var í Miami, þá var reyndar þinn kóstjórnandi með mér í legendary ferð. Já, ég var þar. Hann hefur sagt sögur frá þeirri ferð. Já, ég held samt að hann hafi ekki sagt bestu söguna. Við erum það eiginlega hér og nú. Já, fyrst við beinu úrstöku. Kottu með hana, Gulli Áksson. Ég sagði söguna frá ég er nú við... Hvað sögur sagðir þið? Ég hef náttúrulega rætt við um að við séum Arnar Gunnlaugsson sem að þú kannski ekki allt á skotin í. En ég sagði söguna, manstu ég satt þunnur þegar við vorum að fara, þegar þið og þú og Eiður voru að fara hann á fundinn og þú varst í jakkafötum og ég spurði hvort þú myndir ekki stikknur hita í jakkafötum í 30. hita og þú sagði við mig, ég ekki er ég að fara að loka þessu samning á Sandölum. Ég er búinn að segja þá sögu, sko. Ég reyndar mann svona, ég maður mest eftir hvað þú varst hallarslega glæddu þetta annan dag. Þú veist, í einhverjum vonleysum hlíðaból og stuðbúsum og eitthvað. Ég bara var í sólinni. Þú beðonist þið, það var 30. hitið, þannig að þeir vorkun. Já. Góða sagan var þannig, ég veit að þú manstu örugglega ekki eftir hvað gerist kvöldið. Ómikið lætur ekki. Ég er að koma þetta í veislu núna, ég finn það bara. En manstu hvað dag þetta var? Við vorum í Miami, þegar Miami Heat tryggði sér titilinn. Já. Og við ákomum að fara að skemmta okkur á einum góðum staðana. Sem að liðið mætti. Og hverju heldur þú að mætti kvöldið? Það var bara liðið sjálft. King LeBron. Já, með byggarum. Við þrýr vitlýsingarnir vorum að... Ég segi nú ekki, við vorum að djamma með þeim, en þeir voru á sama stað. Það var rándýrt, sko. Það er rosalega. Var Arnar Gull... Þetta er saga heldur en að mæti ykkur í jakkafullum okkur business. Þannig að Arnar Gull Áksson var að skála með King LeBron. Vá. Já, ég stóð aðeins við til þetta, ég var á sama stað. Við vorum á sama stað, við vorum ánægt að ofan í þeim, en það er reyndar að því að sameiginlegu vinur okkar gæti græja helviti flott borð. En við förum ekki nánar út í það, hrikalega gaman að heyri þér, Arnar. Takk fyrir að nenna, gefa okkur þessa 3-4 mínútur. Takk fyrir Áksson. Sjáumst sunnudaginn. Sjáumst á sunnudaginn. Ok, bye. Vá, ég stressaðist allur upp. Ég líka, maður. Það lét okkar að heyra það líka. Já, hann nefndi ekkert að vera að eyða tími í einhverja vitleysun. Herðu. Hvernig svaraði hann? Veistu hvað ég ætla að svara hér eftir? Auði eða Auðun? Nei, Auðun. Hann var Arnar, hann sagði ekki Addi. Já. Arnar. Auðun. Þetta var rosalegt. Þetta var King Arnar Gunnlaugs. Kemur óvægt hann er persónulegu félagi LeBron. What a shocker. Það kemur engum óvart. Það skulum fá lag. Þetta eru Jay-Z og Linkin Parker með Numb Encore. Já. Geggjalag. Blonde Ale. Það er ekkert flóknar það. Geggjalag. Þetta er Arnar Gunnlaugs, kjallaði fyrir spjalli. Já, takk fyrir Áksson. En út af því ég er ótrúlegur vinur Brandal. I'm hooking you up again. Þetta er samt eitthvað sem var búið að stoppa hérna. Já, ég veit það, en málið er út af því að þetta first day búið að koma, það tekur cash af kortinu mínu öll mánaðamót. Nei, þú varst bara að ná að henda þér út úr því. Þú varst byrjað að selja með þetta innu, hvernig náður að koma mér aftur á þín? Ég gerði það bara út af því að þetta er gott tækifæri fyrir okkur félagana núna. Ekki segja fyrir okkur félagana, bara ekki segja þetta. Nei, út af því að út að hósta Iceland Got Talent, það er international show. Og nú veit ég, bara því þú segir þetta Egill, þá veit ég að það sem þú varst að senda er eitthvað viðbjóður. Þú ert greinilega að fara, þú ert búin að tala með eitthvað sem ég, að monta mig á því að ég sé að fara að stjórna Iceland Got Talent, eða Iceland Got Talent. Já, þetta er þekki allir
þessa keppni. Já, ég veit, en það viðbjörn sem voruð að fara út í þetta ekki. Það er þetta er Britain's Got Talent, America's Got Talent og Iceland Got Talent, skilur hvað? Þetta skilja það. Já, því ég get unnið með þetta svolítið. Þannig að ég fór bara, ég loggaði minna first aid, það var svona takki, reactivate the account, ég hitt á reactivate. Það var sér ég gerði. Já, og hvað? Og you hit the jackpot, Blondell. Einmitt. Sko, ok, það sem að gera stöðun. Susan á Danmark. Okay. Það bara around the corner. Það ódýra fyrir þið farið til Danmark og Egilsstaði. Það svoleiðis sko. Nei. Og kostar 42 skatt að fjóði fram og tilbaka. Ég veit alveg fyrir víst, sko, ég vil bara, þetta svo plástur, bara ríf þetta af. Ég get lofað því, ég aldrei að fara til Danmark og ég aldrei að fara að hitta þessa Susan því að það að fara að koma ykkur horfbíður hérna frá þér. Nei. Ok, þú byrjar the chit-chat þarna. Þú segir, hey there Susan. Og þá segir... Talaði bara rennilega. Ég hef bara sagt þá, hey there Susan. Ok, segir hún. Ágætis byrjun, hér. Og gefur hún, hi. How are you? I'm great. How about you? I probably couldn't be better. Segir ég. Og segir hún, ég veit það. That's nice to hear. Yeah, but I haven't been in here for a couple of months, cause I haven't had much of my celebrity time for it. Guð minn almáttur. Og segir hún, your celebrity time? Og spurningamarki, sem segir hún, what? Punktur. Oh yeah, I forgot. I'm hosting Iceland Got Talent, which starts in a couple of months. Þetta bara, svo ógæslegt. Because of my celebrity time. Og hætti hún ekki þá bara að tala við þig? Nei. Þú ert í the jackpot ennþá, kallið minn. Já, og þá segir hún, okay, is that like Britain's Got Talent and America's Got Talent? Þá gefur Blondell, it's exactly like that. Og þá segir hún, that's nice, are you one of the judges? No, I'm the host. I'm the Ryan Seacrest of Iceland. Á hverju talaðu svona? Talaðu bara eðla. Sko, þetta töfla mig. Síðan segir þú, I have the most popular radio show in Iceland, and now I'm hosting Iceland Got Talent. I'm like a bald Ryan Seacrest. Herðu, náður að tróða því að þinn. Hvað fallið það er? Auðvitað. Nei, þetta því að þú ert að basically að gera þáttur á maður sem Ryan Seacrest er að gera. Nei, hann er náttúrulega hann er American Idol, hann er ekki í talent. En það er sem hann er að gera. Já. Þú skilur... Ég skilur, þú veist. Þú skilur hvað er að fara að. Já, hvað sagði hún þá? Þá segir hún, are you bald? Þá segir þú, yeah, is that a problem? Þá... Þetta er alltaf að móða þér. Þetta er bara... Sko, slaka á. Síðan segir hún, no, sem er gott fyrir þig. Já, þú veit hvað, og það er eitthvað vandamálið. Nei, síðan segir þú, yeah, but back to the show. The judges are amazing. 4 great judges. Bubba, Jan Jensen, Torgeir Katrín and Þórunn Antónia. Hún svaraði ekkert þessu. Nei, skrítið. Sko, í 2 daga. Enda hún kannski bara verið offline. Og þú sendir þá bara aftur. I'm hoping my best friend Egil Einarsson participates in Iceland Got Talent. He's really hot. Æ, guðminn almáttur. Hættum þessu, þetta var, þú færði ekki að senda fleiri svona. Það eru auglýsingar. Landsbankinn og BOK kynna. Þá er komið að því. Eldhúspartí FM 957 hefjast á ný með stórkostlegri tónlistarveislu. En þetta árið verður við í stúdendakjallaranum á Háskólatorgi. Fyrsta eldhúspartí vetrarins fer fram 5. 27. september. Framkoma, Friðrik Dór og Vögg. Sérstakki gestir kvöldsins verða Sverrir Bergmann og Halldór Gunnar og hljómsveitin Lockerbie. Heppnir hlustendur geta næst sér í borð fyrir 4 með veglegum veitingum bæði í fljótandi og föstu formi. Upplifðu alvöru eldhúspartí með FM 957 í stúdendakjallaranum í samvinnu við Landsbankann og BOK. 2 fyrir 1 í bíó fyrir félaga í námunni. Landsbankinn. Trúlega kynnir. Hide Your Kids verða með miðnættu tónleika á Gamla Gauknum í kvöld. Miðasal opnar 20 mínútur fyrir miðnætti. Litlar 1000 krónur inn. Brjálastuð út í nóttina. Sjáumst. Mini Pítur. Frábærar í veisluna, fundin eða bara hvað sem er. Pítan, sími 562 90 90. Pítan, alltaf fersk. Við höfum opnað nýja og stórglæsilega fiskverslun í Spönginni. Fiskverslunin Hafið, Spönginni og Hlíðarsmára. Áskrifundur í Stöð 2 Vild fá veglegan afslátt hjá samstarfsaðilum Stöðvar 2 í september.
Frábær tilboð hjá Ritz og Pizza, G&P hjólabúðinni, Skemmtigarðinum Grafarvogi, Skemmtigarðinum Smáralind, World-Class, Rocky Reykjavík og margt fleira. Kynntu þér tilboðin nánar inn á stöð2.is. Það margfalt borgar sig að vera í áskrift. Stöð 2 Vild snilld. Gerðu þrennt í einu. Sæktu orkulykil, skráðu því í afsláttarþrep Orkunar, veldu þína stöð og þá færðu alltaf 10 króna fastan afslátt hjá Orkunni. Orkan, afsláttur alveg vinstri hægri. Ískaldur á krana alltaf á aðeins 500 kall. Players, Búðakór Kópavogi. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka. Wake me up, veit ekki hvort það sé ennþá vinsælasta lagið á Íslandi en var það allavega fyrir ekki svo löngu síðan. Þeir vil hlusta á Try Hard hér á föstudegi 20. september og stráknir í dúndurgýr. Við verðum hérna til 6 í dag og já, það er komið að vinniðinu Egill. Þú hefur gríðarlegan áhuga á einu starfsmanni stöðarinnar sem heitir Brynjar Már. Ég er bara ekkert meira áhuga en allur heimurinn. Já, og þú ert svona, þú ert gríðalegur aðdándanskar. Já, ég meina, þetta er King Brian Ecclepen. Já, náttúrulega Brynjar Már Ecclepen eins og hann heitir í dag. Já, en það verður síðan Brian Ecclepen. Já, ef hann verður lengur út á Florida. Það er 100%, hann verður þar. Það er markaðar þar og síðan alltaf Brian Heaven að koma í heiminn. Já. Sem verður súperstjarna. Dóttur hans? Já. Það verður það. Og ég er á Facebookinu hans. Núna? Já. Og það er veisla. Ok. Þetta eru eiginlega 4 statusar sem maður fari yfir hérna. Sem maður ætlar að lesa? Já. Ok. Hann er ekki hættur að tvítaka. Tvítaka, nei, ok. Hann tvítakana þá. Já, það er náttúrulega eitthvað sem... Það var ekki eitthvað face hjá honum í lífinu, hann er bara í þessu. En það er enginn einhvern veginn sem er samt að picka upp á hann. Hann er einn í þessu bara að tvítaka. Já, það hlýtur að detta inn, menn fara tvítaka. Hann verður allir í þessu bara eftir nokkur ár. Já, sko, getur sett hann að fallega Ásgeir Kolbeins bettan undir. Nú, er hann eitthvað á róluðunótunum núna, Brynjar? Alltaf á róluðunótunum. Erum við að fara í eitthvað svona cozy? Já, hendum okkur sem að cozy. Viltu þennan hérna? Það nákvæmlega hennan. Ok. Þessum. Það verður bara strax einhvern veginn meira cozy hjá okkur fjöruleik í stúdíu við þetta. Það er ekki tapaður, sant? En hérna, já, 28. ágúst setur Brynjar Már Ecclepen inn status og hann hljómar svona. Fallega kona mín, Anna Kristín Ecclepen, með tökkuð hann er komin rúmlega 24 vikur á leið. Það verður svo yndislegt að fá litlu dóttir okkar í heiminn í desember. Brian Heaven, við erum að bíða eftir þér. With, takk, Anna Kristín Ecclepen. Hann takkar hana í lokin líka. Já, hún var að taka þig í byrjun líka. Já, ég fer upp í... Já, var þetta eitt statusinn? Já, ég kom bara spenntu fyrir dóttir sinni. Já, ég er ekkert sett út á þetta. 29. ágúst. Já. Anna Kristín Ecclepen setur á vegginn hjá Brynjari Már Ecclepen. Ég elska þig, ástin mín. Og Brynjar Már Ecclepen svarar. Ég elska þig líka svo mikið, ástin mín. Hvað var? Hann hendi það var 3 Já. Ég elska þig líka svo mikið, ástin mín. Þetta er á veggnum hjá honum. Bara ástfangið. Og þá kemur ykkur Halldór að get a room, ha. En það skemmtilega þetta þau eru kannski heima á sér, kannski bara með tölvunar hrifir lið, í staðin fyrir að segja ég elska það svo mikið, setur hann á vegginn hjá honum. En þú ekkert í þessu? For everyone to see. Það er mjög cozy. Þau eru ástfangin og vilja að heimurinn sjá það. Ég ætla að skottast upp núna í 14. seft, þar sem Anna Kristín Ecclepen setur á vegginn hjá Brynjari Már Ecclepen. Er hún byrjað að dæla inn hjá honum? Ég þess að byrjun á bettanum aftur, því að mér finnst það besti parturinn. Það er svona cozy. Já, hún er farin að spamma veggina svolítið. Ekkert að spamma, þetta er konan hans. Það er ekki svona vittlaus. Sko, og það er mynd af Brynjari Már með lokuð augun og hann heldur á gítar á mynd og hún setur sér texta með þessari mynd. Já, mynd af Brynjari Már. Það mynd af Brynjari Már með lokuð augun, mjög einbeittur, með gítar. Ok. Yndislega eiginmaðurinn minn, vaktinni með breakfast in bed og smá söng. Hann kann að bræða mann þessi elska. Elska þig ástin mín, takk Brynjar Már Ecclepen.
Hann vakti hana með að koma með gítarinn inn og söng fyrir hana. Hún var sofandi, kom með gítarinn inn, bara Heldur það var bara í Another breath you take. Nei, hvaða lag er það? Eitthvað gósi lag eitthvað. Auðvitað hún átt að fylgja þannig, hvaða lag tók hann? Já, skrifa það, kannski getum við sett það næsta þetta. Skrifa það hjá henni, hvaða lag tók hann? Hvaða lag tók hann? Já, ekki hika við það. Hvaða lag heldur hann að þetta ekki? Hvað ég segi bara, hvaða lag tók hann eða hvaða lag tók King Ecklepen? Já, ég segi bara hvaða lag tók hann. Hvað þarf ég að? Nei, ok, það er komið. Já, segðu bara já, hvaða lag tók hann? En segjum hérna að þú hefði nú snefil á romantik í þér, Egill. Það er ég. Og myndir vekja konuna með Breakfast in Bed og einhverju góðu lagi. Já, þú þyrftir náttúrulega að vera með keyboardið, þú spilar á hljómborð. Já, ég mætti með hljómborðið inn. Já, hvaða lag myndir þú hendi í? Þú var að vekja. Það væri líklega Power of Love með Celine Dion. Það er eitthvað besta lag sem ég hef heyrt. Títan er glæðið líka mjög gott. Ég myndi ekki vilja heyra þið þinn útgáð og sånt. Ok, það er einn eftir, sko. Nú, ok. Og þessi er aftur að byrjun á betanum? Já. Og það er 15. september. Sem eru tilbúin? Ég er tilbúin. Benjamin Ecklepen setur hennar statusinn. Elskulega kona mín, Anna Kristín Ecklepen, takk. Er komin 27 vikur á leið. Mástu áðan var 26, það var vikur áður. Brianna Heaven er væntanlega í heiminn eftir nokkra vikur. Það er svo mikið tillökun að það er stundum erfitt að bíða. En það er alltaf þess virði að bíða eftir því sem skiptir maður máli. Við Anna Kristín Ecklepen, tvítak í þessum statusli. Já, menn þú þarfst ekki að segja leikur, hann tvítakar hann alltaf. Og status er búinn? Það er búinn, já. Og mynda henni með bumbuna. Það er margt eðlilegt. Þetta er ekkert eitthvað óeðlilegt, hann er bara spenntur og fara eignast barn. Já, ég veit það. En bara út af því að það er ekki allir sem skýrar krakka sinn með hana, hún er ennþá með henni í bumbunni, sko. Já, reyndar, það er alveg magna. Ég veit fyrir víst að ég heit ekki Auðun Blöndal í bumbunni á mömmu minni. Það var ennþá verið að rífast það bara þegar ég fór upp á svið. Ég átti að heita Daniel. Hvernig myndir þú fíla mig sem Daniel? Þú væri hræðilegur Daniel. Já, ég er til miður. En reyndar myndi að henta þér vel þegar við saman erlendis. Borgaði mannunum Daniel. Já, reyndar. Goddammit, það er góða punktur. Borgaði mannunum Daniel. Já, en ég ætla að vona bara að Brynjar haldi áfram að vera virkur. En sko, þegar hún á Íslandi, já, þá heitir hún náttúrulega bara, eru stelpur á Íslandi sem heita Brianna? Já, það er ekki alveg löglegt íslenskt nafn. Veist það fallegt nafn? Brianna. En náttúrulega, Heaven er ekki löglegt á Íslandi. En þú veist af hverju hann skilur krakkan, er að fara að skýra krakkan Brianna. Já, þegar Brynjar og Anna. Saman í eitt. Brianna. Heaven líka. Heaven. Brianna Heaven Ecklepen. Sko, star quality, written all over it. Já, þetta er enda rosalegt stjörnunafn. Nei, bara, ég myndi bara að horfa á Idol. Og next singer, Brianna Heaven. Hún er bara eiginlega búin að vinna þetta. Já, þetta er flott. Heldur hún kött út Ecklepen? Brianna Heaven. Er það ekki? Það er meira svona. Ladies and gentlemen, Brianna Heaven. En ég heldur að Brynja verði reiður ef hún tekur Ecklepen út, eða? Nei, hann hendi Ecklepen, sko, nei, alls ekki. Heldur ekki? Hann hétt ekki Ecklepen sjálfur. Nei. Ég er bara að Brynja Már. Já, þetta er góða punktur, sko. Þá er það komið, það er, fallegir tónar hér, enda hugljúfir tímar á Flórida þessa dagana og óskuðum innilega til hamingju. En það er önnur manneskja sem að, já, hún gæti nú verið stödd á Flórida núna, en hún er ekki jafn hugljúf þessa dagana. Hún heitir Miley Cyrus, meira hún með tungun úti og einhverja gerfi fómputta í klofun á sér. Hún voru að fara að hætta því. Útsendingu hér, sorry Miley Cyrus, það er allt að gerast í beinni útsendingu. Þetta er að gerast í beinni. Það er búið að svara okkur frá Flórida. Það er komið svar. Við sögðum frá því áðan að Brian Ecklepen, hann vakti Önnu Kristín Ecklepen með Breakfast in Bed og lagi með gítar. Og Egill Einarsson spurði svo áðan inn á Facebookinu hvaða lag söng hann. Anna Kristín Ecklepen er búin að svara. Þetta er alltaf, við verðum að rjúfa útsendingu í byrstafsökun á Miley Cyrus aðdándur. Þú ætti líka að vera tárnumblöð, fara á YouTube. Ok. Út af því að YouTube. Já, skrifaði þar í search. Skrifaði bara Brynjar Már. Ok. Þetta er að fá svona 6.000 lög. Brynjar Már, já. Poppar einhvers upp Snow Patrol, Run Acoustic bæði Brynjar Már, eða? Já. Já. Ítt á play, háða undir hérna hjá okkur fjölugun. Þetta er lagið sem hann tók og vakti. Ok, sem sagt, Anna Kristín Ecklepen, hún er sofandi. Hún var steinsofandi. Á Flórida. Já. Eftir erfiðan dag. Já. Og erfiðan gærdag. Já. Þessi maður lappar inn með gítarinn og segir, sætliti,
Sækir þess að þetta heyra þetta. Fýtt sönguna, Brynja. Sko, ég vaknaði á mótana. Það ekkert allir að vakna með þetta. Hvað þarf ég að gera til að fá Brynjar inn í sveitabyggjum minn með gítar? Hvað heldur þú? Þú ert að byrja með honum. Ég ætti að heyra þetta. Ég ætti að vakna betur það. Já, núna, veistu hvað, ég sé núna Önnu Kristínu Ecklepen fyrir mér að vera svona opna augun hægt. Það er með það að dreyma. Já. Er með að dreyma, hvað er þetta? Nei, herðu, þetta er maðurinn minn. Ég bræði Ecklepen minni með gítar. En svo opnar hann stríkur og svona augun. Stríkur sem stýrur með augun, opnar augun. Er Brynjar Már með lokuðu augun. Að syngja fyrir hana. Og sko búna réttin í Breakfast in Bed. Nú er hann að segja, fá þér ristabröðastu mín. Og svo bara As if we have a choice Even if What a man, helvita. Sko, það er bara einn maður fengið þetta í þessum þætti og það er Arnar Gunn Láksson. En Brynjar Már, hann fær það bara núna. Hann er að vekja hana með Breakfast in Bed og er að ringja Run með Snow Patrol. Þetta verður bara lægja á leiðinu heim og eftir, það er þannig. Ég veit ekki, þetta er þetta gott lag til að vekja hana með. Þetta grínast það. Wow. En hvaða lag myndir þú, gamlega? Þú veitur að bara lappa inn til Your Wife. Hvaða lag myndir þú með gítarinn? Hvaða lag myndir þú syngja? Já, verður ekki að byrja á því að finna eitthvað til að vekja svona áður en fyrir að hugsa lagalistan. Já, þú veist, þú myndir einhver tíma að finna lífsförunaut og ef þú ert átt gítar, hvaða lag? Ég náttúrulega kann ekki að gítar en... Oi, sko, ég held að ef ég væri svo heppin ég væri búin að ná mér í lífsförunaut þá gæti ég eyðilagt það með því að koma og gefa henni Breakfast in Bed og syngja fyrir hana, sko. Ætla við hindi ekki, heldur bara ég eitthvað. En ef þú væri damn good singer, hvaða lag myndir þú hendi? Ég hendi hérna, takk smá Lionel Richie á þessa Hello, is it me you're looking for? Ói, herri, mér leiði illa, verður veðlýsingar. 3 fyrir 1 af völdum drikkjum á föstudagskvöld milli 12 og 1 í boði Carlsberg, Home, Austurstræti 12. Við á Glow höfum opið til klukkan 21 helgar á Laugavegi. Glow, yfir náttúrulegu veitingastaður. Vantar þig eitthvað hollt og gott í matinn? Spænskur saltiskréttur. Fiskverslurinn Hafið, Hlíðasmára. Höfum einnig opna stórglæsilega fiskverslun í Spönginni Grái. Trúlega kynnir. Hide Your Kids verða með miðnætti tónleika á Gamla Gauknum í kvöld. Miðasala opnar 20 mínútur fyrir miðnætti. Litlar 1000 krónur inn. Brjálastuð út í nóttina. Sjáumst. Með afsláttarþrepum orkunar og viðbótarafslætti á þinni stöð getur þú verið með fastan 10 króna afslátt hjá Orkunni. Sæktu orkulykil, skráðu því í afsláttarþrep orkunar og hámarkaðu afsláttinn þinn. Orkan. Afsláttur alveg vinstri hægri. Sólbaðstofan Smart. 3 staðir, 1 númer. 533 33 50. Stöð 3, krakkastöðin og tónlist.is fyrir aðeins 2.990 krónur á mánuði. Gerðu verðsamanburð, smeltu þér inn á stöð 3.is og þú færð fyrsta mánuðinn frítt með. 3 fyrir 1 af völdum drikkjum á föstudagskvöld milli 12 og 1 í boði Red Square, Home, Austurstræti 12. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. 2 harðir í FM 95 Blö. Rudimental hér með Right Here. Right Here. 957. Auðun Blöndal og Egill Einarsson með ykkur þennan föstudaginn 20. september. Og já, bara í þessum fína feeling. Já, gæti ekki verið betra. Það er létt yfir öllum. Já, mér finnst rosalega gaman að fá hérna að þurfa að rjúfa beinu útsendingu því að hún svaraði. Og lagið sem að Brynjar Már vakti hana með var Run með Snow Patrol. Þannig, hún er svoðandri í herbyggi. Já, þetta er rosalegt. Og hann lauma sér inn með gítar. Sko, ég get samt alveg sagt þér það. Ef að ég hef nátt 2 kærustur í gegnum tíðina. Ef að það er lagi upp í rúmi og ég kæmi röltandi á nærböksunum með gítar að syngja Run með Snow Patrol, það myndi haldi ég verið búin að fara yfir eða það væri bara eitthvað geðveikur held ég. Ég held að þetta myndi aldrei virka hjá mér, sko. Ángríns, það myndi bara haldi ég verið eitthvað tæpur. Já, það myndi alveg bara spyrja Auðun, er alltaf lagið með þig það? Já, það myndi haldi ég verið búin að vikur. Hvernig er þetta lagið? I'll sing it one last time for you. Þetta geðveikt lag, við höfum þetta lagið á leiðinu heima, þetta þó sé rólegt, bara fyrir King Brian Eggleton. Hann getur þetta út af því að hann er náttúrulega tónlistamæður, já, hann munur á honum á mér. Það er meiri líkur ég myndi reyna að vekja hann bara með brandara eða eitthvað. En ég er ekkert vissum að, Stressatron er tónlistamæður, ég lans ekki mikið að vekja möndu með einhverjum lagi, sko. Man of all love, Loverboy sjálfur, hann hefur hent í ljóð og annað, sko, kemur ekkert á orð að hann sé búin að syngja og vekja, sko. Mjög góðu punktur, sko.
Ef einhver í kringum okkur, þá það Svessin. En erum við að fara í Blood Tells It All? Ég veit ekki, hver er að senda þér þetta? Segðu mig það fyrst. Þetta er vinuðinn sem vill helst vera nafnlaus. Flokkast hann undir sem einn af mínum, myndur segja þetta var einn af mínum 5 bestu vinum? Ég myndi segja að það var einn af þínum 15 bestu vinum. Einn af mínum 15? Já. Nei, þá var þetta bara eitthvað Ég get ekki, þú mátt ekkert fatta hver þetta er. En ég vil samt vita áður og lest þetta. Er þetta mjög góðu vinnur minn sem er að senda þetta? Já, þetta er mjög góðu vinnur minn. Hann veit alltaf þess að sögur um þig. Og málið er það sem ég er svo ánægð með þig, að þú ert ekki að fela neitt úr hlustöndum. Það er að góða við þig. Þeir eru alveg sama hvað saga kemur. Þetta átti samt aldrei að verða neitt dagskrárlið. Ég gaf þér þetta einu sinni á föstudegi, þá mútur spyrja mig hverju sem er, þú gerði það. Og síðan þá er búið að vera að senda þér eitthvað rugla. Já, tílíku meistari. Sko, eigum að henda okkur í þetta félagarnir? Ég stoppaði ef þetta er saga sem mér líst illa á, en þú mátt prófa. Ok. Eftir að mamma og pabbi Audda skildu og sendu hundin í sveit, þá fór Auddi að leigja... Sendu hundin í sveit? Já, ok. Ég þarf að lesa þetta upp, hann sendi mig þetta og sendi hundin í sveit, þá fór Auddi að leigja íbúð með vini sínum sem pabbi vinnar hans átti, sem er svo sem ekki frásögur færandi nema hvað, þá var bara 1 svefnherbergi í íbúðinu þeirra og þeir voru með 2 rúm í því herbergi. Og einu sinni kom pabbi vinnar hans svo í heimsók og þá var búið að færa rúmin saman. Það var... Við vorum að spila. God damn it, gun. Við vorum að spila vittlýsingurinn. Hvað var það að spila? Bara spila og spil. Með rúmið saman? Þetta var samt, þetta er sönsa og þetta var með óþægilegri momentum sem að bara því að sko pappans, þetta er ekki alveg sagt, þetta er Reynir, besti vinur minn sko. Pappi hann bjó fyrir sunnan sko. Hann var að vinna þar sem þingmaður og kom svo norður einn daginn, hann átti sem sagt íbúðinu svo honum í, svo opna hann. En daginn strákar, við vöktuðum þetta eitthvað, klukka bara eitthvað 10 morgunin eitthvað, nei sælir, og svo bara stóð hann svona yfir okkur, sagði ekkert, ég fattaði ekkert sko, svo bara eitthvað svona, herði hérna, ég verði að spyrja, okkur er rúmin eitthvað saman, þá fekk ég bara svona óþægild að sitta og Reynir bara, kannski að þið voru bara að spila. Já, þetta var sannsagt. Hvað voru bara að spila? Spila og spil? Jésús. Hefur aldrei spilað? Jú. Bara, það er rúminn saman. Ef ég mann rétt að voru við með rosalegt bókald í Rommi. Þetta er ekki bara framhald af þessar sögu. Þetta er áfram þegar þú bjóst í þessar íbúð. Þegar þeir voru svo að flytja út úr íbúðinni, þá kom að því að þrífa. Það gekk ekki betur en svo að það var símaskrá föst á miðju eldhússkólinu og þvottavélin var með svo miklu þvott í að það var ekki hægt að opna hana. Það er lygi. Það er ekki satt með, þú heyrir alveg, ég viðurkenna, þetta er ekki satt með þvottavélina, en símaskráin er rétt. En hann heldur áfram, þeir náðu ekki símaskráin af gólfinu, svo þeir skáru forsíðuna af og skildu hann eftir á gólfinu. Við reyndum að skrapa svona með hlutan upp af gólfinu. Hversu lengi var hann á gólfinu? Hún var föst við gólfið. Hún var búin að vera þetta eitthvað tíma til og besti punkturinn er eftir. Þvottavélina er ekki rétt. Besti punkturinn er eftir gætið mitt grunna. Voðalega hefur gaman aðeins aðeins. Og það má svo bæta líka við að þegar hann bjó á króknum þá sendi hann óhreinu fötu sín í ruslapóka með flugi suður. Mamma svoði þau og sendi tilbaka. God damn it, Blondell. Sendur þau óhreinu fötu með flugi suður. Ég veit að ekki hægt að afsaka þetta en mamma mín var samt að vinna á flugullunum og ég kunni ekki, en það var ekki þegar ég bjó þarna. Það er ekki þegar ég voru að leigja mér inn, þá þegar ég bjó upp bara í herbyggi, af því að ég kunni ekki að þótt að hann segir, þú varst 20. Já, bara aumingi. Já, hann er ekkert að hættum þetta. Ég er í FM 95. You have a choice. Ég geti sungið þetta líka. Ég kunni ekki þetta. En þú veist náttúrulega, ég er búin að, sko, eftir þetta Blood Tells It All, þannig að fólk held ekki sé eitthvað að ruggla þér. Ég náttúrulega... Þú ert búin að gera það í dag. Já, ég þvæði hann. Þú er ekki með símarkona ekkert í gólfinu núna. Nei, það er hreint og fínt. Hefur einhvern veginn komið heim til mig þegar það er óhreint? Máli mennustuðum með allt niður í sín, sem gerðu það með sig. Það er akkurat máli. Maður þarf að stundum að bara líta í spegil og hugsa að þetta gengur ekki lengur. Það er bara hannig. Já. Og hérna. Það Blood Tells It All, sá dagskóla eru dauður. Já, en sko, málið er að meðan ég held áfram á svona gutt hitt sögur, veist. En mér er alltaf mjög ánægkátt opinn fyrir hlustendum, út ekki að fjalla lengt fyrir þeim. Nei, það var bara regla sem ég setti þegar ég byrjaði að finna í En allar að setja sokk í stuðlaði þetta eins og alltaf það? Já, sko, það er ekki stuðlaði þetta, því að við ætlum náttúrulega í lagi á leiðinni heim, sem er bara haldið þetta efnin. Sem er Snow Patrol. Já, en ég ætlaði samt að leyfa þær að heyra að, náttúrulega, PJ, Sig Fusion, hann var hérna hjá mér á föstudaginn daginn. Hann setti í trailer, hlustaði nú. Ok. Eru þið tilbúin Íslands?
Þess að þetta er mjög góður. Já, sko, við hefðum ekki að fara í Stuðla, en þú varst að segja með hann að þú vildi með þess að sjálfur enda hérna á læginu á leiðin heim sem tilengað Brian Echopen og Önnu Kristínu. Eftir alltaf það sögu, allt sem gerist í beinni. Far kannski Stuðla bara næsta fyrst. Já, fæ kannski. Við sleppum í dag. Það er ekki eins og sért með eitthvað Stuðla bara í kvöldið það? Nei, pása í kvöld. Það er líka, ég held að sé það er þvílíkt stuð í mannskapni hvort þið er. Já. En við þökkum ykkur kærlega fyrir hlustunna í dag, kæru hlustendur. Við ætlum að hafa lokalagið okkar. Lokalagið okkar er lagið sem að Brynjar Már söng fyrir kærustunum sinna þegar hann vaktana með Breakfast in Bed. Ég tæki að með litla putta við nögl til að vakna á morgun við þetta lag með Brian Echopen. Þetta hérna er lagið sem að hann ákvaði að henda í þegar hann vakti kærustunum sína. En eins og ég sagði án, takk kærlega fyrir hlustuna. Egil, takk fyrir daginn. Takk fyrir mig, Blondale. Við heyrumst á mánudaginn, kæru hlustundur, þegar við Björn Bragi mætum hér klukkan 4. Takkið vel á móti Rikka G. hins vegar, hann er komin hérna í stúdíóið. Og já, ég minni á stórleikin á sunnudaginn Manchester City, Manchester United. Áfram, Manchester United. Með afsláttarþrepum orkunar og viðbótarafslætti á þinni stöð getur verið með fastan 10 króna afslátt hjá Orkunni. Orkan. Afsláttur alveg vinstri hægri. Í kvöld á English Pub sér Eyþór Ingjum að koma öllum í rétta gírinn. English Pub við Austurvöll. Egils gull. Léttul. 50% afsláttur í púl til klukkan 8. Billiardbarinn Faxafinni. Ofur hljóðkerfi og kórónakynna. Mark Romboy. Í Hliðarsal Harlem, föstudaginn 20. september. Og við allan sólarhringinn, Skeifunni, í Garðabæ og á Eiðistorgi. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. Stöð 2 kynnir með stolti. Glæsilegustu vetrardagskrá á upphafi. Fleiri og fjölbreyttari íslenskir þættir en nokkru sinni fyrr. Við lofum góðum íslenskum vetri. 6 íslenskar sjónvarpsstöðvar og tónlist.is fyrir aðeins 7.990 krónur á mánuði. Stöð 2. Margkvæmt skemmtilegri. Trúlega kynnir. Sænsku postmetal-risarnir í Cult of Luna spila á gamla Gauknum laugardaginn 21. september. Uppbytun sér elítan í íslensku þungarokki, Momentum, Gone Postal og Angist. Húsið opnar klukkan 10 og það kostar aðeins 2.500 kall inn. Ekki missa þessu einstæka tækifæri til að bera eina stærstu postmetal-hljómsveit samtímans augum og tryggðu þér miða strax á miði.is. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Fáðu Spotify Premium í síman þinn með snjallpakka. Síminn, verð í sterkara sambandi. Topp tónlistastöðin FM 957.